Góðan dag. Þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar, sá 50. sem framfer hér í Grænumörk 5, 27. mars, klukkan 16:00. Mættir til fundarins Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigrún Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Starfsmaður fundarins er Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarritari. Fyrst langar mig að vita hvort það einhverjar athugasemdir við boðaðan fundarbóð fundarins. Einhverju með athugasemd við hana? Ef svo er ekki, þá göngum við til dagskrár. Það er fyrsta mál á dagskrá, þessa 55. fundar bæjarstjórnar Árborgar, tillaga breytingum á reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði. Tillagan er frá 15. fundi velferðarnefndar frá 7. mars síðastliðinn, liður 3. Tillaga breytingum á reglum Árborgar. Lagt er fyrir velferðarnefnd minnisblað starfsmanna fjölskyldusviðs er varðar tillögu að hækkun eigna og tekjuviðmiða í reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði. Velferðarnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja reglunar og hér eru síðan 3 minnisblöð og minnispunktar sem að fylgja málinu sem birta verða á alnetinu þegar að fundinum lýkur og fundagerðin verður birt, en ég opna fyrir mælendaskrá og Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, er óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem horfa þennan fund. Ég kem hérna upp undir fyrsta lið á þessu fundi og mér langar bara svona rétt að útskýra það fyrir þeim sem eru að hlusta og öðrum bæjarfulltrúum sem kannski sitja ekki í velferðarnefnd, að þegar sótt er félagslegt leiguhúsnæði hjá sveitarfélaginu þarf að fara eftir ákveðnum reglum þar sem þarf að mæta ákveðnum tekju- og eignaviðmiðum, eða þar að þú mátt ekki vera hærri en ákveðin tekju- og eignaviðmið. Þessi viðmið höfðu ekki hækkað hjá okkur í töluvert langan tíma og við vorum sem sagt komin töluvert undir leiðbeiningar frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Þannig að það sem við erum að gera í þessum reglubreitingum er í raun og veru að hækka þessi tekju- og eignaviðmið, þannig að það er í raun og veru fleiri sem hafa möguleika á að komast á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í sveitarfélaginu. Þannig að þetta er þessar breytingar. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja sjá sig undir þessum lið? Og ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða til að breytingum að reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði. Þeir sem eru því samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að öðru máli á dagskrá fundarins og það ber yfirheitið Eyravegur 40 deiliskipulag. Þetta er tillaga frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 19. mars. Lassen hönnun fyrir hönd lóðarhafa leggur fram tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðir á lóðinni Eyravegur 40 á Selfossi. Lóðin er 2605 fermetrar að stærð, er skilgreind í aðalskipulagi Árborgar 20-36 sem miðsvæði M6. Gert er ráð fyrir 3, 4 og 5 hæða stölluðu, 3, 4 og 5 hæða stölluðu fjölbýlishúsi á lóð með íbúðum á öllum hæðum ofanjarðar. Heimildir fyrir kjallara, til dæmis fyrir bílastæði, geymslur eða önnur stoðrými. Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem lóðablöð, skilmála þessir, byggingareglugerð og aðra reglugerði segja til um. Útlit byggingar skal brjóta upp í formi efnis og litavali og
Einstaka byggingarhlutar eins og þakkantur, svalir, skyggni mega standa utan byggingarreits ásamt sorpskýlum, djúpgámum, hjóla og vagnageymslu. Samtals gert ráð fyrir alltaf 34 íbúðum á lóðinni. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa og auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Og hér eru uppdrættir og fylgiskjölin 4 sem fylgja. Ég opna fyrir mælendaskrá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskættir fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, við erum með Eyraveg 40. Þetta mál að koma aftur núna inn til bæjarstjórnar úr skipulagsnefnd. Við höfum samþykkt í raun að auglýsa það á síðasta ári, man nú ekki dagsetninguna. En í þeirri vinnu og í framhaldi var verið að skoða mismunandi aðkomur að lóðum og mögulega frá Fossvegi með innkomu að 38 og einnig samstarf með samlíkjandi að lóð 42. Svo vinna hefur tekið talsveit langan tíma og ýmsar útfærslur verið skoðar en niðurstaðan er í rauninni þessi að horfa það sameiginlega frá lóð 38 eins og það var eiginlega upphaflega og þess vegna er verið að auglýsa hann aftur eða það er 6 mánaða tíminn í liðin frá síðustu auglýsingu þannig að hún er endurrest og fer þá aftur í auglýsingu núna. Þess vegna kemur hún hingað inn aftur til staðfestingar og leggjum til að hún verði auglýst. Að öðru leyti er hún óbreytt. Það er rauninni var bara verið að skoða þessar aðkomuleiðir sem tóku þennan tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskættir að fá að taka til máls. Takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er bara smá tæknilegt sem ég er að velta fyrir mér. Það segir neðst skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillöguna og feli skipulagsfulltrúa og auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Við erum ekki að samþykja tillöguna, við erum að samþykja að auglýsa hana, ekki rétt. Það sé alveg skýrt að við erum að samþykja þetta núna að auglýsa tillöguna. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Þetta var rétt athugað en það er verið að setja þessa tillögu í auglýsingu svo það sé ítrekkað að það kemur misvísandi texti fram í skjalinu og nauti ekki það en takk fyrir þetta. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Óskættir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég svo sem ætlaði að benda á þetta líka en úr því að ég var búin að biðja orðið þá langaði mig líka bara að koma upp og óskupa til að hamingju með það sé að fara í auglýsingu deiliskipulög, við viljum það og þannig að sé framgangur. Mig langaði að spyrja út í bara hávaðagreininguna. Hvort að það væri eitthvað nýtt sem við værum fann að gera alltaf, hvort það væri það sem væri verið að gera allstaðar, hvort það væri bara bundið þessa bygging og þennan reit eða hvort þetta væri það sem við værum að vinna með eins og í miðbænum og Eyravegi 42 og það sem er að fara að koma þar er þetta eitthvað nýtt, ég hef ekki séð þetta áður, þannig að mér langaði að spyrja út í það. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, það er bæði í rauninni umhverfisskýrslur og hávaðagreiningar þar sem við á, sérstaklega meðfram stofngötum. Þar er verið að biðja núna í framhaldinu einmitt. Það var gert fyrir Eyraveg 42-44 og kom inn einmitt. Við þurftum að taka aftur inn í bæjarstjórn til að taka þær skýrslur inn. Þannig að þetta er svona, bæðir þetta kemur þetta inn í aðalskipulag hjá okkur og skipulagsstofnun er farin að fylgja þessu mun harðar eftir að þetta sé gert núna í öllum nýjum deiliskipulögum. Þannig að það er, umhverfisskýrslan er allstaðar undir en hávaðagreiningin er sérstaklega með það sem er meðfram stofngötum eða það sem ákveðin umferð í rauninni. Þannig að, já, takk.
Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá vil ég bera þetta upp til atkvæða. Hvort bæjarfulltrúar séu samþykkt því að setja þetta deiliskipulag við Eyrarveg 40 í auglýsingu. Þeir sem eru því samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að þriðja mál á dagskrá. Það er Votmúli 1, Múli, deiliskipulag 6 Landspildna. Tillagan er frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 19. mars síðastliðinn liður 8. Votmúli EHF leggur fram tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulag fyrir Votmúla 1, það er að segja Múli 1 og 2. Breytingin gerir ráð fyrir að fjölga lóðum úr 2 í 6 lóðir og stækkar þar með skipulagssvæðið úr 20 hekturum yfir í 41,2 hektara. Á lóðunum Múli 1 til 8 verður heimilt að vera með íbúðarhúsnæði og hesthús ásamt starfsemi sem tengist hrossarækt. Gert er ráð fyrir 2 byggingarreitum innan hverra lóðar, B1 byggingarreitum fyrir íbúðarhús og byggingartengdum íbúum svo sem íbúðarhús, gesthús, gróðurhús og stakstæðir bílskúrar. B2 byggingarreitur er áætlaður byggingum tengdum hrossarækt eða landbúnaði samkvæmt 471 grein í gildandi aðalskipulagi Árborgar 20 til 36. Lóðirnar hafa aðkomi í gegnum afleggjar við Votmúla sem tengist Votmúlavegi nr. 310. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti tillögu að breyttu deiliskipulagi í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 122/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillögun og feli skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna. Þetta kemur þetta aftur, orðað í 2 áttir. Við erum að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Því miður hnauti ég ekki þetta í yfirlestur í gærkvöld, en þetta er ávist að vera þannig. En það eru fylgiskjölin 3 með þessu og ég opna fyrir mælendaskrá. Þeir sem vilja tjá sig þetta mál nr. 3, það er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista. Óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, já, gott að forseti tók eftir þessu orðalagi sem við lögum í bókuninni. Bara rétt að fylgja, þetta er í rauninni þarna breyting á deiliskipulagi svona frá, það eru 2 í rauninni stóra lóðar. Við vorum með þetta inn í aðalskipulagsbreytingu sem er að klárast hjá okkur núna. Þetta svæði fyrir Suður að Selfoss er að breytast úr í rauninni landbúnaðarland 2 yfir í landbúnaðarland 3 og þar að leiðandi mega vera minni lóðir heldur en 10 hektarar og þarna lóðarhafi var búin að leggja upp ákveðin drög með minni lóðir sem eru hugsaðar fyrir svona, ekki að segja, það var svona sérstaklega fyrir hestaeigendur sem vildu vera með hesthús eða skemmu og beina tengingu við reiði, þannig að þarna er verið að setja nokkrar lóðir og brjóta eina upp í rauninni. Þannig að leggjum til að þetta verði samþykkta til auglýsingar, en annars tökum við umræðinu að það er eitthvað með. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá hefur við beðið orðið Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að koma örstutt upp bara til þess að fagna þessu og þetta deiliskipulag sem komið til, við séum að samþykkja það til að setja það í auglýsingu eins og við komum hérna fram. En þetta er gríðarlega spennandi verkefni og ég óska hlutaðeigandum bara til hamingju. Þetta er enn eitt kosturinn í okkar sveitarfélagi og ég er auðvitað aðeins hlutdræg mögulega, en það sem að ég fagna því, þar sem að við verðum að bjóða upp á fleiri kosti fyrir þá sem eru í hestamennsku og ræktun og stunda það. Þannig að mér finnst þetta gríðarlega flottar tillögur og bara óskuðu til hamingju með það og vona að þetta fái falli í góðan jarðveg. Takk.
Já, takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Já, það er við afsökunar fyrir þá sem verður að fylgjast með fundunum. Þetta er hérna aðeins orðalagsfell áðan og eins og við fórum yfir. En sem sagt eftirfarandi er lagt til bæjarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna að breytingu á deiliskipulagi samanber 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur í framhaldinu skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögunni í samræmi við þessa sömu grein. En svona er orðalagið og verður leiðrétt í fundargerðinni. En þarna var hestakona Fjóla að ljúka máli sín. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Ef svo er ekki, þá ætlum ég að bera þetta upp til atkvæða. Hér þriðja mál á dagskrá þessa 55. fundar deiliskipulag 6 landsbyggna í Votmúla. Þeir sem eru því samþykja að setja þetta til auglýsingar, vinsælt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fjórða mál á dagskrá, það er deiliskipulag hesthúsasvæðis, Hestamannafélagi Sleipnir. Tillaga frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 19. mars, liður 9, deiliskipulag hesthúsasvæði hjá Hestamannafélaginu Sleipni. Meginmarkmið deiliskipulagsins er að setja fram heildstæða stefnu fyrir allt hesthúsahverfi, bæði núverandi svæði og stækkun þess til suðurs. Deiliskipulag byggir í megindráttum á núverandi fyrirkomulagi með áherslu á bættar reiðleiðir og þjálfunarsvæði. Á svæði til suðurs verður gert ráð fyrir nýjum lóðum og þannig fjölga notendum innan hesthúsasvæðisins. Kröfur bættan aðbúnað hesta og manna hafa aukist á undanförnum árum og munu skilmálar byggingu nýrra húsa og breytingar á eldri húsum taka mið af því. Deiliskipulagi nær til alls hesthúsahverfisins sem er núverandi keppnis- og hesthúsasvæði og stækkaðs hesthúsasvæði samtals 27 hektarar. Deiliskipulagsmörkin á einnig yfir hluta á opnu svæði milli Langholts og hesthúsahverfis vegna fyrirhugaðs reiðstígs þar. Stækkun núverandi svæðis er 7 hektarar að stærð. Á nýja svæðinu næst Ísastaðalandi er gert ráð fyrir 99 hesthúsum meðfram bæjartröð. Lóðir eru á 3 stærðum og er gert ráð fyrir að innan þeirra verði heimilt að byggja stakstæð hús eða parhús. Hestagerð eru staðsett sunnan við hús beggja megin götu til að tryggja sól og skjól frá ríkjandi vindáttum. Auk 19 hefðbundinna hesthúsa er gert ráð fyrir 2 stærri lóðum fyrir hesthús með litlu reiðskemmum. Skilmálar eru settir fyrir byggingu nýrra hesthúsa og eins eru settir fram skilmálar mögulega endurbyggingu eldri húsa. Byggingarmagn og keppnisvæði eru aukið umtalsvert bæði fyrir fíb og keppnishöll en einnig fyrir minni hús til þjálfunar og fyrir áhorfendastúkur. Deiliskipulagið er í samræmi við aðalskipulag Árborgar 20-36 þar sem svæðið er með landnotkunna Íþótt 2. Með gildistöku þessa deiliskipulags falla allar eldri skipulagsáætlanir fyrir svæðið úr gildi. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi í samræmi 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn að hún samþykki tillögun og feli skipulagsfulltrúa áfram að auglýsa tillögun í samræmi við 41. grein sömu laga. Þarna er auðvitað sama orðaklámið og var hér í fyrri greinum en við erum í raun og veru að gera það sem ég las upp hér áðan, það er að segja að samþykja að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögun í samræmi við 41. grein skipulagslaga. 2 góð fylgiskjöl fylgja svo með þessu til betri útskýringar. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, við beðum að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar eru tilnefnendur. Já, erum við með deiliskipulag fyrir hesthúsahverfið á Selfossi sem búið að vera í vinnslu í
í allanga tíma og búin að fara í rýni og annað og opna fundi innan hestamannafélagsins á sínu tíma. Virkilega jákvæmt að koma þessi í gegn og nú erum við að samþykkja að auglýsa það. Nú þegar höfum við hafið samtal við stjórnina að skoða þetta vel, hefur eitthvað breyst í þessum tíma, það er liðin nokkuð margir mánuðir frá því að þetta var í rýni og einnig samtal við reiðveganefndina, þannig hægt sé að koma vonandi af stað gerð ef þetta deiliskipulag næst saman að vera hægt að byrja sem fyrsta á að klára reiðstíðin innan svæðisins. Það er svona eitt af því sem er brýnast að mati stjórnar, að þannig sé hægt að ríða stærri hring innan svæðisins af því að það er hættulegt að fara yfir Gulfararbæjarveginn sem er annar þáttur sem við erum að vinna með vegagerðinni og þurfum að halda áfram að þrýsta á að gera þau yfir þar betri, en að öðru leyti er ekkert nema jákvæmt við þetta fær hún í auglýsingu og fær rýni og ef það er einhver ábendingar sem koma þá getum við lagað þær í mildtíðin áður en við samþykkjum tillöguna endanlega, þannig að bara jákvæmt að við séum að koma þessu auglýsingu hér í dag. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem hér aftur upp með eintóma gleði sem er óvanlegt, svona slag í slag. En ég ætla að óska okkur til hamingju með þetta, að þetta sé loksins komið hér til samþykkt til auglýsingu, fara í auglýsingu. Við erum átt okkur að því að Hestamannafélagið Sleipnir er 96 ára og þar eigum við Norðurlandameistara og Íslandsmeistara og afreksfólk upp til hópa. Þar eigum við þetta gríðarlega flott barnastarf og æskulýðsstarf sem hefur fengið viðurkenningar á landsvísu og bara gríðarlega flott starf sem þarna hefur verið síðan bara ég man eftir mér og ég er bara svo ótrúlega ánægð að sjá þetta sé að koma fyrir bæjarstjórn og við sendum þetta áfram í auglýsingu og fagna því að með þessu erum við að fara að festa í sessi hesthúsahverfið okkar þarna sem hafa verið mjög skiptar skoðanir og ég veit að fólk sem á þarna eignir og hefur jafnvel lagt út í fjárfestingu bara nýlega mun fagna þessu gríðarlega. Þetta mun líka gera það verkum að fólk fer að stað í endur nýja og bæta þau hús sem fyrir eru og með þeim möguleika á að koma þar inn svona nútíma þörf, hvað ég að segja, því sem að bara nútíminn krefst varandi kaffistofur og annað, að þá mun þetta bara gjörbylta hesthúsahverfinu. Það er líka bara með stækkandi, fjölgandi íbúum eða stækkandi sveitafélagi, þá er bara krafan á að krafan er svo að hingað að flytja náttúrulega fólk í stóru stíl sem að tengist bara hestamennskunni og fjölbraut og hestabrautinni og ég veit alveg fullt af fólki sem flytur hér til þess að búa hér til skamstíma meðan að börnin þeirra er að stunda það nám og svo auðvitað erum við bara hér á þessu svæði þar sem að við tengjumst bara við sveitirnar í kring og landbúnaðinn og við vitum það að hér hafa verið námskeið sem fólk hefur verið að sækja alls staðar að, þannig að eins með þessa íþrótt eins og aðrar íþróttir að þá ber okkur að búa vel hag þeirra sem það stunda og þetta er mjög fjölmennt félag, svo það sé sagt, gríðarlega margir iðkendur ef svo má orðið komast, ekki hvaða orðið er best að nota við það, en ég bara fagna þessu, þetta er metnaðarfullt og flott og mun verða til þess að hér verða haldin áfram Íslandsmót sem að eins og önnur íþróttamót stuðlað bara miklu rennir í aukinni þjónustu og styrkja okkur á allan hátt bara og stoðþjónustu og annað allt kring. Þannig að ég bara, hestakona Fjóla kemur hér aftur í pontu og fagnar enn og ný. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskattur að fá að taka þetta máls. Herra forseti, já, ég kem bara glaður í bræðin frá Fjóla, bæjarfulltrúi Fjóla og hestakona. Þetta er
vissulega ánægilegt að við skulum vera komin á þennan stað að auglýsa deiliskipulagið. Búið að taka langan tíma. Til lok síðasta kjörtímabils náðist loksins samkomulag við landeiganda stækkun á hestasvæðinu þessar 7 hektara sem að nefndir eru í lýsingunni og gerði það verkum að hægt að stækka þá svæðið undir hestamennsku, þetta hesthúsahverfi sem við köllum, úr 20 í 27 hektara. Í framhaldi af því var svo hægt að fara að hefja vinnu við deiliskipulag sem hefur verið í gangi í allnokkuð tíma eins og kom fram í máli Braga og þetta bara vel því að það segir manni það að það er búið að rýna þetta vel og fólk er búið að ná að koma á framfæri sínum skoðunum og væntanlega þá breytingum og viðbótum eftir því sem við á. Auðvitað eins og Fjóla kom inn á áðan hafa verið skiptar skoðanir þetta hesthúsahverfi og ég skil það mjög vel. Ástæðan heitir aftur mót annað mál að ákvörðun að þetta hesthúsahverfi yrði þarna var tekin 2005 þegar að svæðið stækkað og leyfð bygging reiðhallarinnar og þegar þetta var skoðað síðast kjörtímabili þá var það alveg ljóst að sveitarfélagið myndi ekki geta keypt þessar eignir eins og kannski sumir höfðu hug á og þarna myndi rísa íbúðabyggð í staðinn því það þyrfti þá náttúrulega að finna nýtt hverfi og byggja það upp. Þannig að ég held að við eigum bara að vera glöð með þetta. Hesthúsahverfið er komið til að vera og ókomna tíð og það sannarlega er lyftistöng fyrir alla þá sem að stunda hestamennsku í sveitarfélaginu og jafnframt gerir þá sveitarfélagið að ákjósanlegum búsetukosti fyrir þá sem að hafa áhuga á hestum og vilja geta stunda hestamennsku en í þéttbýli og eins er þetta gríðarlega mikilvæg tenging við hestabrautina í fjölbrautaskólanum svo ég segi bara til hamingju og frábært að við skulum vera komin að þennan stað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigrún Vídalín. Þá Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista. Óskar eftir að fá að taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur bara tek undir með öðrum bæjarfulltrúum sem hér hafa komið að virkilega ánægt að þetta er komið. Sveitarfélagið eins og Sigrún kom inn á eignast náttúrulega land á lok seinasta kjörtímabils og þótt maður svo sem ekki sammála þessum landaskipti sem átti sér stað þá var maður sammála að sveitarfélagið þyrfti að eignast þennan 7 hektara þrýrning sem er að ræða. Mér langar líka bara kannski koma inn á það er virkilega fagnað að þessi reiðhringur er að stækka að fólk getur fara að ríða út stærri parta á þessu svæði og líka bara kannski að hesthúsahverfi sé kannski að uppfærast og þarna er í þessu deiliskipulagi verið að leysa fullt af vandamál sem nú þegar er í hverfinu, kerru, stæði og fleira til að leysa þau mál. En mér langar líka kannski að benda inn og sem bara brýna alla bæjarfulltrúa, það er einnig hjá okkur í bæjarráðum sem morgun varðandi öryggi hestamanna á þessu svæði að við þurfum að fara að pressa ítarlega meira á vegagerð að gæta öryggi hestamanna varðandi reiðstefi til dæmis við Gulluvarsbæjarveg og til dæmis þveruna við Gulluvarsbæjarveg og ef hesthúsahverfi sem er alveg sammála á að vera til framtíðar þá þurfum við að leysa þessi mál og maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því út að maður er nú ofta að pæla í íbúðabyggingu og hvað þetta er svona til marga ára, hvað þetta gefur okkur mörg ár í uppbyggingu á hestamanna hvenær allar þessar lóðir verða komnar og þess áttar. En hvað ætlum við að gera næst, hvernig ætlum við að tryggja reiðstíga í kringum hesthúsahverfið og hvernig munum við geta öryggi hestamanna og knapa og hesta í nánari framtíð. Takk. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Ég vil langar að koma upp og taka undir það sem að bæjarfulltrúi Sveinn Ægir er að segja og kannski ítrekka það að samtalið er náttúrulega búið að vera samtalið við vegagerðina er búið að sér stað nokkur sinnum og við mögum ekki gleyma því að þegar var verið að ræða fyrst brúna og tenginguna við brúna og svo veginn í Hraungerðishreppnum að þá var verið að tala um tvö undirgöng þar sem að svona hestamenn töldu kannski og þeir sem eru að hlaupa og ganga þarna á þessu svæði bara einu of aukið og mögulega hvort að vera þetta að færa hin undirgöngin við hesthúsahverfið sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt upp á bara til framtíðar en mér langaði líka bara að minnast á það að það hefur gengið bara gríðarlega vel í Reykjavík
Fákur er búin að vera í mjög langa tíma og í dag bara orðið í miðju íbúðasvæði, en þar er líka gríðarlega mikil áhersla á undirgöng, af því undirgöngu er á endanum alltaf það langöruggasta. Þetta er í dag orðið mikil umferð en Gullarbæjarveginn og það er búið að setja upp þar og er það bara vel? Já, er það vel, en betur má að duga skal. Ég er algjörlega sammála því að við þurfum að pressa á það og megum alls ekki gleyma því að það eru bara ein undirgöng áætluð í dag af því að það verður að ræðum að reyna að fá hinn á þetta svæði. Og þannig að það þarf að hamra það. Ég er algjörlega sammála því að það skiptir öllu máli. Og reiðvæðanefndin sem hefur verið, Sleipnir hefur haldið utanum, hefur staðið sig gríðarlega vel og Vegagerðin hefur lagt fjármuni og sveitarfélagið Árborg hefur staðið sig gríðarlega vel og lagt fram fjármuni á móti og við þurfum að passa að halda því áfram. Því að ég held að við fáum heldur aldrei ódýrari framkvæmt heldur en á sér stað með því fólki, góða fólki sem þar hefur starfað í mörg ár. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Við erum í 4. málunum, deiliskipulag hesthúsasvæðis, Hestamannafélagið Sleipnir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða, þar sem við ætlum að samþykkja að fela eða hafna að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa þessa tillögu í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Þeir sem því samþykk, vísa þetta ekki merkið. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið númer 5 á þessu fundi. Endurmat á tilraunaverkefni í leikskólum Árborgar 24, skólaárið 24 til 25. Tillagan er frá 18. fundi fræðslu- og frístundanefndar frá 19. mars síðastliðinn liður 1. Minnisblað endurmat á tilraunaverkefni sem framfór í leikskólum Árborgar skólaárið 24-25. Júlíana Tyrfingsdóttir, faglegur leiðtogi leikskóla Árborgar, kynnir. Fræðslu- og frístundanefnd leggur til við bæjarstjórn að tilraunaverkefni þetta verði fest í sessi. Einnig er lagt til að Þorláksmessa verði skráningadagur eins og framkemur í minnisblaðinu. Og hér fylgir svo minnisblaðið og ég opna fyrir mælendaskrá og Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista óskar að fá að taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilhöfundur, hyggjum undir það sem við erum að ræða endurmat á tilraunaverkefni leikskólan í Árborg 2024-25. Það var send út könnun bæði til starfsmanna og foreldra og yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem svöruðu könnunni voru sammála því að þetta hafi tekist vel og því viljum við nú að þetta haldi áfram og við bara festum þetta í sessi, en auk þess er að bæta við sem skráningadegi þá Þorláksmessu. Og ástæðan er svo að það er í raun og það kemur fram í minnisblaðinu. Þetta er dagur sem að fólk er bara að nota heima fyrir og er ekkert endilega að senda börnin sín, þannig að það er bara fínt að foreldrar hafi val og þannig að það, við allavega í fræðslu- og frístundanefnd leggjum þetta til að þetta verði bara í festisessi því þetta er auðvitað mikilvægt. Við þurftum að bregðast við varðandi starfsumhverfi í leikskólum því að þau var í rauninni orðið bara mjög erfiðar aðstæður þar inni og ég held að okkur hafa bara tekist bara virkilega vel til og þetta var ekki að hækka leikskólagjöldin, við foreldrar gátu lækka þau ef að þau tækju ekki alla skráningadagana. Þannig ég held að við megum bara virkilega klappa okkur á bakið og vera ánægð með þetta verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Brynhildur. Það var Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, óskar að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur.
Þetta akkurat sekundi með Brynhildi að þetta verkefni virðist vera bara nokkuð sem alveg til fyrirmyndar að í rauninni að vekja svolítið athygli á því að stytta viðveruna á leikskólanum þó að það sé til í boði og reyna að auka samveruna. Það auðvitað mikils virði og ég held að ef við höldum áfram á þessari braut að þá að reyna að hafa þetta opið og sveigjanleikan í bæði gjöldum og í þjónustunni, opnartíma, að það bara af hinu góða og ég eiginlega bara sé mig knúinn sem svona þriggja barna faðir og mögulega einhverjum seinni stigum þó ekki ennþá komið fram kannski afi en við sitjum á bæn við hjónin og vonumst eftir því þetta eins og flestir á okkar aldri að kynin á að bæta sig en einhver síður að þá þetta bara svona öllu gamni slepptu og þá þetta náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt atriði fyrir börnin okkar og unga foreldra að hafa góðan sveigjanleika og rækta fjölskylduna sína sem best þannig að þetta mikið fagnaðarefni. Takk. Takk fyrir þetta. Arnar Freyr og Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista óskættur að fá takandi máls. Forseti, taka bara undir það sem aðrir bæjarfulltrúar líka komið fram og bara mjög gott minnisblaði það sem fylgir málinu, fer vel yfir málið og upp í svel og líka bara þetta var virkilega faglega leyst bara af leikskólasamfélaginu og fræðslunefndin að leysa þessi málinu þessum hætti. Þetta var orðin smá kannski höfverkur svo má segja eins og varandi styttingu vinnuvikunni á starfsmönnum og allt það og kannski virkilega ánægilegt að sjá að starfsánægjan hefur hækkað til muna frá þetta verkefni byrjaði og að foreldrarnir séu líka sáttir með verkefnið og að við séum að ná þessum árangri sem hægt og verið líka áhört að vita kannski breytingarna sem verkefni hefur á varandi hvort að þau þurft að senda börn færra heim og þess áttar frá að þetta verkefni byrjaði veit ég, það var ekki kom mikið nú það í málsgögnunum en væri bara áhört og gaman að heyra en bara hrósa fræðslunefnd fyrir góða vinnu. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir, þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista við orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, já, ég kem hérna undir máli tilheyrendaverkefni en fyrsta lagi finnst mér nú hreinlega ótrúlegt að þessi komið ár síðan við settum þetta af stað vegna þess að tíminn flýgur en það er gaman að geta séð núna svona einhverja tölfræði vegna þess að þegar farið var af stað þá þetta fyrst og fremst vegna þess að það verið að reyna að leysa ákveðin vanda sem kannski er hægt að segja að stytting vinnuvikunar hafi svona leitt af sér þar sem að við verðum alltaf að hafa ákveðin fjölda starfsmanna per barngildi. Það er ekki hægt að bara hleypa fólki það þarf að manna leikskólana en þetta var rauninni leiðin sem var farin, hún hefur á sína fyrirmyndi í Mosfellsbæ að einhverju leyti til þess að reyna að hafa þetta eins milt eins og hægt þú veist, þessi leið að fólk skrái sig, það er ekki hækkun á leikskólagjöldum, það er þú getur haldið áfram að nýta þjónustuna allan tíman eða sama klukkustundafjölda eins og þú gerðir en þetta kannski vekur fólk aðeins til umhugsunar það, get ég gert þetta með öðrum hætti, get ég beðið systkina að sækja, er ég með að mafa vegna þess að reikningurum fer út miða við að þú sést ekki að nýta og það var hugmyndin og hugsunin að fá inn hjá fólki að það sæi að það lækkaði reikningurinn. En auðvitað er þetta mjög misjafnt hvernig bara horfir við hvernig tengslanetið og hvernig baklandið þetta en með því að fara að stað með þetta verkefni sem hefur gengið vel, aukið starfsánægju og gert það verkum að það er hægt að keyra á styttingunni og klára hana þannig að hún safnist ekki svona upp og valdi í rauninni svona ákveðnu vanda að þá erum við að sjá þarna að nú erum við bara komið tölfræði
sem sýnir okkur, já, hvernig þetta nýtast og og hvernig getum við þá gert þetta og starfsánægjan, það skiptir auðvitað máli að við getum komið til móts við starfsfólki okkar. Þegar við fórum að stað með þetta fyrir ári síðan þá þetta horfðum alveg til þess að þetta voru styðstu möguleg jól sem að við gátum eiginlega fengið í fangið til þess að leyfa það að það yrði lokað því það voru held í 2 dagar. Þannig að það var, þeirra krafa var svona helst þar að geta fengið að það yrði lokað milli jól og nýjárs og ég ótrúlega ánægð að fá að sjá þetta minnisblað, mér finnst þetta vel unnið og gefur okkur svona ákveðna mynd. Auðvitað allar svona niðurstöður alltaf svona túlkunaratriði og það aðeins munur á milli leikskóla, sérst hvernig niðurstaðan en við erum að halda áfram með þetta með sama hætti sem þýðir það að þú getur nýtt þér allan tíman. Það bara verið að tala um 1 viðbótardag sem skráningadag og þá skráir þú barnið þann dag að þú þarft að nýta það. Sjálf hef ég alltaf þurft að nýta allt í botn alla tíð, þannig að ég skil þá aðila en á sama tíma þá þetta mjög góð áminningu það að mögulega geti nýtt eldri systkini eða gert þetta með öðrum hætti. Þannig að ég bara mjög ánægð með að fá þetta minnisblað og þessa samantekt og vill bara hrósa starfsfólkinu fyrir þeirra vinnu og þeim sem hafa komið að þessu allt umkring. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla, Steindóra. Það eru fleiri sem vilja tjá sig og það koma 2 í einu. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, við biðjum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum að ræða þetta áhugaverða tilraunaverkefni sem var tekin á ákvörðunum á síðasta ári að fara í leikskólanum með breyttan opnunartíma og ég vil nú þakka þeim sem unnu þetta ágæta minnisblað sem við fengum í hendurnar og fylgjum með málinu. Það margt áhugavert sem þar kemur fram en og þetta tilraunaverkefni náttúrulega bara þetta mjög áhugavert og svona spennandi þróun og á leikskóla, já, bara svona ákveðin breyting sem eru orðið á leikskóla umhverfinu, ef við getum sagt sem svo. Og margt bara jákvætt sem þarna kemur fram varðandi verkefnið eins og hefur verið farið yfir og undan mér. Ég verð samt að lýsa því yfir að það kom mér aðeins á óvart hvað það eru samt há prósenta sem óánægð. Það eru faktist 32% sem óánægð og það er svolítið mikið og 17% segjast hvorki né, í rauninni eru hvorki ánægð né óánægð. Þannig að mér finnst það alveg svolítið hátt hlutfall að maður getur kannski sagt einungis 51% lýsi yfir ánægju með þetta og ég heyri það alveg á fólki að það eru ákveðna óánægjuraddir varðandi að fólk upplifir aukið álag og þetta vonda samviskubit tengt þessum skráningum sérstaklega á föstudögum og þetta veldur, þetta er streituvaldandi hjá fólki og eins og var komið inn á áðan hjá sumum sem að töluðu það auðvitað fólk með mismikið bakland og það eru mismargir til að hóa í, sumir eru auðvitað bara með smábörn og þar eru engin systkini og kannski ömmur og afar í vinnu og þannig að þetta getur alveg kalla fram mjög mikla tókstreitu og bara streitu á fólki sem nú veist nóg fyrir í íslensku samfélagi eins og við heyrðum nú í sjónvarpinu gerum agalist í þjóðfélaginu en mér finnst allavega að við megum ekki gera lítið úr þessu. Það skiptir máli að hlusta á þessar raddir þessa fólks og gleyma sér ekki í að horfa bara í það sem það sem jákvætt og gott sem að það margt jákvætt og gott við þetta og það staðreynd að íslensk börn dvelja hvað lengst í leikskólum allavega í Skandinavíu eða á Norðurlöndunum þannig að auðvitað þurfum við að horfa í þá staðreynd en mér finnst óbúslega mikilvægt
að við gerum ekki lítið úr því að þetta streituvaldandi og þetta veldur vanlegan og samviskubiti. Skulum ekki gera lítið úr því. Og bara álag sem það veldur. En svo rak ég augu sem nú svona eitt lítið atriði að það verið að tala um þessi óheppilegt að starfsmannafundir séu haldnir á föstudagsmorgnum. Mér finnst það reynda mjög einkennilegt ef það af því þetta eru stuttir dagar og mér finnst það bara alls ekki að bara vera til. En síðan það sem að ég hefði viljað sjá að kæmi fram í matinu, en það kannski heldur stuttur tími liðinn til að geta séð það, að það að því að í rauninni farið út í þetta að því að leikskólakerfið hefur svona staðið frammi fyrir áskorunum og þá sérstaklega vegna skorts á fagfólki. Og fagfólk hefur kosið að fara yfir á annað skólastig af því að þar eru kjörin betri, það eru þessi það eru bara starfstíminn virðist henta þannig að fleiri sækja yfir á önnur skólastig. En ég hefði viljað sjá að við værum með tölur hvað væru margir fagmenn starfandi í leikskólanum þegar verkefni fór á stað og svo væru við að vakta hvort að þetta hefði það í för með sér að fagfólki í leikskólanum fjölgaði með tímanum. Ég hefði viljað sjá það og að við værum að fylgjast vel með því hvort að þetta hefði áhrif á það og líka eins og bæjarfulltrúi Sveinn Ægir minntist á áðan, ég hefði viljað sjá hversu oft hefði þurft að grípa til fáliðunar áætlana innan leikskólana eftir að þetta verkefni fór á stað. Hvernig staðan hefur verið árið undan og hvernig staðan hefur verið varðandi fáliðunar áætlanir á því ári sem að þessar breytingar tóku gildi. Þannig að ég hefði viljað að við skoðum það betur. Og svo mikilvægt í þessum gögnum að því að það svolítið verið að taka meðaltöl og við verðum að vera duglega að horfa á leikskólana og umhverfið sem hvern og einn leikskóla. Því eins og þau sjá í tölunum þá gríðalegur munur. Þó að sé verið að taka eins og það sé 20% nýting, þá eru til dæmis 2 leikskólar í 25% nýtingu á föstudögum og eins og með Þorláksmessu að þar alveg svakalegur munur. Þar sjáum við til dæmis að þar fer leikskólu upp í tæplega 70% nýting á Þorláksmessu sem í rauninni svona, hátt í full nýting. Og þannig að við verðum að muna það að við erum að horfa í, það eru ofboðslega ólík hverfin sem og bara umhverfi leikskólana gríðarlega ólíkt. Þannig við verðum að muna að horfa í það og ekki líta til þess að það sést alveg á tölunum bara í rauninni íbúarnir í hverfunum, hvernig þau eru samsett. Og það bara mikilvægt að horfa á það og vera meðvituð það. En annars náttúrulega bara áskoranir sem við höfum staðið frammi fyrir í leikskólanum. Við þurfum auðvitað bara að halda áfram að fylgjast með hvernig framþróunin verður. Við erum náttúrulega eigum langt í land ennþá með varðandi að fá til okkar fleira fagfólk og það þarf að horfa í fleiri þætti á næstunni, hvernig við getum haldið áfram að byggja upp þetta kerfi þannig að þar sé sannarlega gætt að faglegum sjónarmiðum og sem flestir fagmenn vilja koma til starfa í leikskólanum. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson óskað bæjarfulltrúi S-lista óskað að fá að taka til máls. Takk fyrir, herra fórsti. Já, ég kem upp eins og aðrir og bara þakka fyrir þessa góðu vinnu og þetta góða minnisblað. Þetta til fyrirmyndar og til eftirbreytni. Það samt eitt sem að ég hnýta þess það talað að festa tilraunaverkefni í sessi. Erum við þá að fara að festa þetta sem tilraunaverkefni í sessi einhverja ókomna tíð eða við að tala það að við ætlum að taka þetta inn í skólatatali og hluta af starfsáætlun leikskólana.
Ég held að það sé það sem að sé verið að tala en þarna sem að tala að festa tilraunaverkefni í sessi sem ég held að sé ekki alveg rétt orðalag nema að það ég að festa það í sessi. Takk. Já, takk fyrir þetta Sigrún Vídalín, það vantar kannski þarna skarpari skil í orðalagið og við reynum að kippa því í liðin en það var borist athugasemdir það að bakgrunnurinn hérna á fundinum sé mynd af Selfossbæ þöktum í hvítum fallegum snjó en það er rétt að geta þess að úti er vor og það er það bil farið að grænka. En Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað að fá að taka til máls. Lóan er komin. Já, forseti, þetta er góð ábending hérna, bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín, þetta er auðvitað verið að hugsa að festa þetta fyrirkomulag, það er ekki tilraunaverkefni. Arna, þú varst að velta fyrir þér varðandi hlutfall fagmenntarað og það eru í Árborg 42% fagmenntarað í leikskólum í Árborg og þannig að það kannski svarar ykkur hvort að það sé ykkur aukning kannski, en þetta er alveg góður punktur og gott að pæla í þessu. Ég get alveg tekið undir það og við erum alls ekki að gera lítið úr því að þeir sem að þurfa að nýta sér dvöl eftir klukkan, þetta er kannski þá aðalega verið að hugsa hana eftir klukkan 2 á föstudögum, en bara svo ég kannski vitni í orði Júlíönu sem ég veit ekki hvort að séu akkurat inni í þessu minnisblaði, bara maður ekki alveg, en hún sagði að föstudagarnir bara þau verða miklu rólegri, þau börn sem fyrir eru eftir klukkan 2, það verður allt miklu slakara, þau fara slakar inn í helgina og svo auðvitað þau sem nýta sér ekki. Mér finnst bara að föstudagar verða eftir hádegi, það greinlega bara allstaðar sem að verður rólegra svona inn í helgina. Þannig að og ég veit að það hefur komið bara kannski þetta með að geta ekki skráð sig alltaf á föstudögum, en ég bara treysti því að þetta faglega, þar sem þær eru að horfa á þetta faglega, að þetta sé svona, það er endar einhvers konar, ég held að það endar standa ekki til að þú getur skráðið alla veturinn á föstudögum, þú þurfir að gera það með viku fyrirvara. Þannig að, en ég veit ekki hvort það náði, ég held ég hef verið búin að svara allir sem að það kom fram, en ég held þetta sé, og þetta við byrjaði í rauninni bara, það sem kannski var fáliðin það hefur ég er kannski ekki alveg með tölur, en það hefur minnkað mikið, ég sé á móteljanda á fingrum annarra handa sem að það er, þannig að það hefur minnkað mikið og það er mikil ánægja og það var til dæmis þegar við stofnum vinnuhóp 22, það var auðvitað náttúrulega eftir bara út af þessu með breytingar á leyfunum, að þá var það til dæmis eitt af markmiðunum, það var hvernig getum við gert umtal leikskóla jákvæðra og bara starfsumhverfi jákvæðra, og ég held bara að við erum allavega bara skrefinu í átt að því og þá þarf alltaf líka að hugsa hvernig tala ég sem starfsmaður minn vinnustað, og ég held að við höfum alveg náð því þar. Starfsmenn allavega er að tala jákvæðra sinn vinnustað og það smitar út í samfélagi. Þannig að við vorum bara komin á þann stað að það var mjög neikvæð umræða bara störf í leikskólum og það var einhvern veginn bara alls saman hvað var gert, það var aldrei neitt nógu gott, og ég er ekki að segja að þetta sé, við erum bara langt í land með þetta, en þetta er bara, ef við erum að hugsa þetta sem bara einhverja tröppu eða eitthvað, þá erum við bara að fara stíga hægt og bítandi og vonandi verður þetta einhver tíman, þetta er þetta þróun alltaf hreint, svona verkefni, þannig að ég held bara að þetta er bara partur af því. Og þetta er kannski ekki endilega fullkomið, en ég held við samt getum bara klappa okkur á baki og ég hef fyrirgefna því og þetta hafi bara verið bara ágætis innlegg inn í það að breyta starfsumhverfi og
og svona að minnka viðveru barna inn í leikskólum. Takk. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Þá er Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og skættur að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla nú ekki að lengja þetta neitt mikið og tek bara undir það sem hér hefur komið fram. Virkilega vel unnið minnisblað og bara margt jákvætt. Mér langar bara aðeins að staldra við það sem bæjarfulltrúi Arna kom líka inn á hérna áðan varðandi föstudagana, því ég hef líka aðeins heyrt það í kringum mig að það sé svona fyrir marga fjölskyldur svona pínu pressa finnst eins og þau séu ekki góðir foreldrar að vera að senda börnin sín og vera með þau lengur en til 2. Auðvitað eru bara heimilisaðstæður misjafnar og þetta eru örugglega bara lítill hópur, en það sem að ég nefnilega heyrði líka og mér langaði svona aðeins að kannski bara koma því út er líka bara hvernig starfsfólki og svona tekur á móti þeim foreldrum sem þurfa að vera með börnin sín lengur. Að það sé ekki, viðmóti sé ekki þannig að þessir foreldrar eða forráðamenn séu að íþyngja vinnustæðanum út í þau þurfa að hafa barnið sitt lengur en til 2. Ég hef líka aðeins fundið eða svona heyrt af fólki þetta, en það getur líka verið bara túlkun út af því það er eitthvað samviskubill. Þannig ég held að það sé eitthvað sem við getum alveg svona miðla áfram og kannski bara mynd starfsfólki okkar á að þú veist taka utan með þessa foreldra sem þurfa að nýta þennan tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá við höfum farið nokkuð greiðlega yfir þetta mál með 8-9 ræðum. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá ætla ég að leggja það hér fyrir bæjarstjórn Árborgar hvort að við samþykjum það að þetta tilraunaverkefni verði, það var að fyrirkomulagið, nú fór ég að skrifla á skötu hér, að fyrirkomulagið verði fest í sessi eins og við ætlum að hafa það hér í niðurlaginu. Og þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. máli á dagskrá ungmennaráð 24-26, það er kosning fulltrúa í ungmennaráð Árborgar og ég ætla þá að fá að biðja hana Brynhildi Jónsdóttur varaforstum að taka við. Mér sýnist hér á upptalningu á listanum að fjölmargir tengist mér og mikið. Já, takk fyrir það. Við erum hér í 7. Kjartan bæjarfulltrúi víkur af fundi. Við erum hér í 7. lið, það er ungmennaráð 2024-26 og það er kosning fulltrúa í ungmennaráð Árborgar og undir þessu er tillaga fulltrúa í ungmennaráði og það er hérna uppfært skjal frá þar sem stendur 27.03, dagsetningin í dag. Og ég ætla bara að lesa þau sem eru varðandi tillöguna. Það er semst fyrir Ungmennafélag Selfoss, það er Ásta Björk Óskarsdóttir, Ungmennafélag Selfoss Vara, Atli Dagur Guðmundsson, önnur æskulýðsfélag María Friðmey Jónsdóttir, önnur æskulýðsfélag Vara Viktoría Eva Guðjónsdóttir, Ungmennaþing Guðrún Birna Kjartansdóttir, Ungmennaþing Milena Markovatska, Ungmennaþing Eva Karin Friðriksdóttir, Ungmennaþing Vara Sunneva Dís Eiríksdóttir, Ungmennaþing Vara Tómas Gitjússon, Celsius Rannveig Helga Kjartansdóttir, BES Elín Eirún Herbertsdóttir, Vallaskóli Örn Hreinsson, Sunnulækjaskóli Svankvít Sunneva Kristínadóttir. Og orðið er laust þessa tillögur. Arna Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi á Kjórsvæl. Já, virðulegur forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég hef nú komið aðeins upp undir þessum kynjahalla sem að virðist vera sífellt að aukast á þessum vettvangi hérna. Það
Það ég held að sé einn aðalmaður ef ég tel þetta rétt, það einn til vara, drengur, en annars þetta bara tveir til vara, einn aðal. Þannig að þið sjá að það bara verulegu kynjahalli og þetta ekki gott. Ef að það eitthvað sem að við erum að reyna að koma í verk að það sé jafnrétti eða allavega 60-40 reglur og við erum svo sem með meiri hluta ef ég tel að rétt í bæjarstjórn að það eru fleiri konur en karlar. En þá er þetta í rauninni að verða óásættanlegt. Ef þetta væri öfugt, við bara hugleiðum það, ef þetta væri öfugt, þá myndi sjálfsagt heyrast í konunum og þær myndu kveða sér til hljós og hvetja til þess að það væri í rauninni skoðaðar þessi kynjahalli. En núna til þessa átt og allir þöglir. Og það er athyglisvert. Það er bara mjög athyglisvert, ég segi það. Og ef okkur einhver virkilega alvara með því að jafna kynjahlutföll, þá gildir það bara í báðar áttir, það bara gerir það þannig. Þannig að ef þetta smásmugulegt að minni hálfa að koma upp og ræða þetta, þá verður það bara að vera svo. Þetta bara það sem ég finnst. Já, takk fyrir þessa brýningu en Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi Deilistaðar morðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, góð brýning, Arnar, ég svo til í þetta. Það auðvitað þannig að jafnrétti hér á Íslandi er framar en ég myndi bara nánast veðja á bara í heiminum. Hér eru konur í flestum stöðum, stjórnunarstöðum og valdastöðum, ef þetta orðaða þannig. Og ég ótrúlega stolt af því og stolt af okkur. Ég sem strákamamma alveg sammála því, við erum auðvitað að gæta því að það sé það ekki að halla á karlmenn, en ég held við getum verið alveg róleg með það, það gerist ekki einni nóttu að það verði bara konur allt kring. Það var þó þannig í áratugi og hundruðir og við börðumst og ég hlustaði nú á ágætis hvíta miðaldra mann daginn segja þetta var alveg hræðilegt allt saman. Okkur fannst þetta líka alveg hræðilegt og þessna fórum við að berjast og undan okkur ruddubrautina fullt af flottum konum. Við munum alltaf, ég veit til dæmis bara núna daginn þurfti að beita kynja kvóta í stjórn, þar sem ég var sjálfa að reyna að koma mér inn. Það var þannig að þar var verið að beita kynjakvóta til þess að koma karlmanni og aðeins sem áður var, því þar voru bara kostna konur og það þurfti að beita kynjakvóta til þess að skipta út konur fyrir karl. Þannig að við erum komin þangað og inn í mér einhvern veginn fagnaði því, en ég vil alls ekki að halli á karlmenn og það samt orðið einhvern veginn þannig að þeir hafa ekki eins mikinn áhuga á þessu, ég veit það ekki. Skýringin liggur ykkur starf annar staðar en við erum auðvitað að passa okkur en ég hef inn í mér engar áhyggjur af því. En ég kom upp samt til þess að óska þessu flotta fólki til hamingju með að bara vera að bjóða sig fram. Ég held að þetta sé flottu grunnur og við erum hér með það Sveinn Ægir náttúrulega einn af þeim sem kemur þarna upp og ég held að við erum að hvetja þessa krakka og við þurfum að hvetja strákan okkar. Við sem erum stráka foreldrar að fara inn og hjálpa þeim að þeir eru kannski aðeins meira tilbaka heldur en stelpur en við höfum líka fleiri kyn þannig að ég held að ég fagna því bara að það séu krakkar þarna úti af öllum kynjum sem eru tilbúin til að bjóða fram þjónustu sína, leggja á sig ómælda vinnu og tíma til að taka þátt og hafa áhuga á því sem við erum að gera og við erum þeirra fyrirmyndir og ég bara hrikalega stolt af þessu ungmennaráð okkar. Bara áfram þau. Takk. Já, takk fyrir þetta Fjóla, en Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi til Guðmorðið. Já, frú forseti, bara já, óska
ný ungmennaráð bara innilega til hamingju með að vera komin í ungmennaráð. Það eru svolítið endurnýjun í þessu ungmennaráði frá því seinast, en kannski varandi þessa umræði sem Arnar kemur inn á, finnst mér þetta kannski ekki skipta höfuðmáli. Þetta er lýðræði, það er kosið á ungmennaþingi inn í ráði þar sem ungmenni koma saman og ræða málefni sveitarfélagsins og kjósa þar inni. En ég kannski brýni kannski fyrir Arnari að kannski koma bara með tillögu á breytingu á skipuriti ungmennaráðs, og ég held ef eitthvað ætti kannski að skoða varandi breytingur þess, þá er eins og við sjáum, þá er ungmennafélag Selfoss, það er önnur æskulýðsfélög, eru öll með varamenn sem sagt geta tilnefnt 2 aðila í ungmennaráðið, með allir félagsmiðstöðin Celsius, Barnaskóli Eyrarbakka og Stokkseyri, Vallaskóli og Sunnulega geta bara tilkynnt 1, og við þurfum í rauninni að skoða skipurit ungmennaráðs fyrir næsta ár, að því Stekkjarskóli er að koma með unglingadeild og þurfi þá að tilnefna fulltrúa, að við verðum að skoða það, kannski við bara vísum það og skorum á að endur sko þetta, og við erum alltaf orðin stórt sveitarfélag. Þegar ég sjálfur var í ungmennaráði, hvað ég segja við ykkur, 2014, 15, þegar ég byrjaði þar, þá var þetta með svipum hætti, að þetta hefur ekki verið breytt neitt síðan þá, hvernig skipað er ungmennaráðið, að við þurfum að skoða hvernig skipið, og ég held að það væri fínlaust að skólarnir mættu tilnefna 2 aðila og félagsmiðstöð líka. Meira var ekki. Takk. Já, takk fyrir þetta. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir tilnefnendur. Já, örstutt til hamingju þeir sem eru komnir eða verða kostir hérna inn í ungmennaráð. Verkefni sem búið að vera í stöðri þróun hjá okkur núna í næstum 20 ár, og gaman að hafa komið að því í upphafi líka, og líka að hvetja þau áfram, því að margar góðar tillögur hafa komið frá ungmennaráði inn í bæjarstjórn í gegnum árin, sem hafa bæði skapað umræðu, hafa skapað nýja hugsun, en einnig komist til framkvæmda. Þannig að þau bara áttu sig á því strax, og að þau geta haft áhrif, þau geta komið tillögur sem geta komist áfram, þannig að bara hvetja ykkur áframkrakkar sem eru að horfa, og áframgakk. Takk. Já, takk fyrir þetta. Helga Lind, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Frú forseti, mér langar bara að koma upp undir slið, mér langar að taka undir orð Fjólu Steindoru. Ég finn það, ég hef skoðun á sem ég finnst svo mikilvægt í nútíma samfélagi, að við séum bara alltaf að horfa á hæfustu einstaklingana. Ég held við séum að verða komin frá því að horfa á hvaða kyn fólk er. Við hljótum að þurfa að fara að horfa á hæfasta einstaklingin. Að því sögðu tel ég líka mikilvægt að við styrkjum strákan okkar, af því að strákar eru aðeins að dragast aftur úr, og það sýnar rannsóknir og það sýnir margt sem er í gangi í samfélaginu. Ég fagna því að konur eru komnar í stjórnunarstöður, ég fagna því að konur þora að taka sér pláss, en ég hrædd það einhvern veginn að strákar séu þess að dragast aftur úr og þeir eru þess að verða undir. Þannig að mér er mjög annt það að við séum bara að velja hæfustu einstaklingana, og ég fagna því að það séu einstaklingar sem að taka skæri og þora að bjóða sér fram í ungmennaráð, hvort sem það sé stelpa, strákur eða eitthvað annað kyn. Þannig að ég bara svona, mér finnst þið þurfa alltaf að horfa á hæfasta einstaklingin. Já, takk fyrir þetta. Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi álista, hefur beðið orðið. Svo þú næst. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundunum. Ég kem hérna undir liðnum ungmennaráð, og ég vil bara óska kjörnum fulltrúum í ungmennaráð til hamingju, og bara verið hérna hugrakk og bara segi það sem þið viljið segja, ekki að vera neitt að tvína og neitt við það. Og ég segi nú, ég er nú mikill jafnréttissinni, en ég er ekki hrifin að kynjakvótum, og þegar það er lýðræðislega kjörið ungmennaráð, og þó að kynjahallinn sé jákvæður á einum stað, þá hef ég nú ekki miklar áhyggjur af því að það sitji landið á hliðina, sko. Því að kynjahallinn er nú yfirleitt í hina áttina, og meira að segja hjá okkur í nefndum og ráðum. Takk.
Já, takk fyrir þetta Álfheiður. Þá hefur Arna Ýr bæjarfulltrúi S-lista beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, já, það er auðvitað bara búið að vera gaman að fylgjast með þróuninni á starfi ungmennaráðs í gegnum tíðina. Þetta er eins og komið fram í náðan, þetta er 20 ára saga orðin og ofboðslega margt jákvætt og gott sem að ungmennaráðið hefur lagt til og lagt inn í umræðuna og margar góða tillögur komið og það er bara eins og ég held ég hafa nú sagt frá því áður að þegar í kosningabaráttunni í haust þá fór ég á framboðsfund í Menntaskólanum á Laugarvatni og þar voru dálítið margir krakkar sem höfðu verið í ungmennaráðinu í Árborg og það var svo áberandi hvað, ég var það eiginlega svo stolt og bara hreykin af því að hvað mér fannst áberandi hvað þessi krakkar voru ofboðslega áhugasöm að bara samfélagið og að hvernig maður getur bætt samfélagið og hvernig maður að maður á rétt á því að láta sína rödd heyrast og engar skoðanir eru vitlausar og það allt saman. Þannig að ég held að þetta geri öllum gott að taka þátt í svona lýðræðislegu starfi en ég held samt að ég tek undir þessum Sveinn Ægir sagði náðan að það er mögulega komin tíma að endurskoða hvernig við skipum í ráðið og sé hreinlega eins og við erum farin að gera í bæjarstjórninni sem ég held að sé til góðs að við séum að tilnefna 2 og þá sé til dæmis annar valinn ef að fer að halla á annað kynið, ég held að það sé bara jákvætt og það gerir ríkið í sínum tilnefningum. Þannig að ég held að það sé bara einhver leið sem við getum farið. En svo er það líka, við þurfum svolítið að hugsa hvernig við hvetjum krakka til þáttöku. Því það er líka orðið rosalega áskorun í samfélaginu, bara almennt. Að hvetja fólk til þáttöku í lýðræðislegu starfi, í félagsstarfi, það er bara meiri áttar áskorun, alveg sama hvort við erum að tala ungmennaráð eða í öðrum ráðum og nefndum. Þannig að þar erum við með áskorun og svo verðum við líka að passa að við séum ekki alltaf með svona einsleitan hóp. Við þurfum að við erum ekki bara með stelpur og stráka eða við erum náttúrulega að tala öll kyn og svo erum við líka að tala fólk og börn sem koma úr misjöfnum áttum. Það er bara það er eins og það er búið að vera gagnrýna það mjög mikið í stjórnmálum á Íslandi þá sé ansi oft stjórnmálafólk sem hefur setið á Alþingi eru krakkar sem koma úr Melaskóla og Hagaskóla og MR og svo fara svo í lögfræði við Háskóla Íslands. Það er allt gott við þetta að segja. Það er allt gott það að segja. En við þurfum að hafa allir. Við þurfum að hafa fólk af misjöfnum uppruna, fatlað fólk með alls konar sögu og bakgrunn. Þannig að við skulum líka hafa það í huga. En bara áfram ungmennaráð. Takk. Já, takk fyrir þetta. Er ykkur fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá berum við undir tillögu af fulltrúum í ungmennaráð og þeir sem eru samþykkir þessum tillögum sem ég las upp áðan, vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt með 10 atkvæðum fyrir Kjartan vék af fundi. Kjartan kemur aftur inn og tekur við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Kjartan. Við vorum í lið fundartíma fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Þá er komið að 7. lið á dagskrá fundarins og það mun vera afbrigðilegur fundartími bæjarstjórnar. Við þurfum því miður stundum að færa til fundartíma þá viðmiðunum sé 1. og 3. miðvikudagur hverju mánuði. Og hér legg ég til að næstu fundur verði 9. apríl í stað annars og sömuleiðis munum við þá taka fyrir líka varðandi fund
síðar hluta aprílmánaðar vegna framlagningu ársreiknings 2024 en það er ekki til umræðu núna. Er einhverjir sem vilja ræða það? Breyttan fundartíma bæjarstjórnar næst 9. apríl í stað annars. Ef svo er ekki þá bið ég ykkur að ganga til atkvæða. Þeir sem er því samþykk að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í fundargerði sem fyrir fundinu liggja. Og það er 8. mál á dagskrá skipulagsnefnd 41. fundur haldinn 27. febrúar síðastliðinn. Er einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð? Ef svo er ekki þá förum við í 9. mál á dagskrá, það er fræðslu- og frístundarnefnd 17. fundur haldinn 27. febrúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja ræða hann? Ef svo er ekki þá er það 10. liður á dagskrá, ungmennaráð 12. fundur haldinn 24. febrúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð? Ef svo er ekki þá förum við í 11. lið á dagskrá fundarins, það er bæjarráð 120. fundur haldinn 13. mars síðastliðinn og ég opna fyrir mælendaskrá og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi í D-lista er óskættur að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, já við erum hér undir bæjarráði. Ég kem alltaf upp undir bæjarráði. Oftast, mér langaði bara rétt að koma hérna upp og ég sé að það er minnisblað hérna leikskólamál leikskóla, hvað er það, hvað finn ég þetta ekki staða leikskólamála, já, mér langaði að koma þar upp undir því og hérna ræða bara, ég fagna þessu hérna, þessari samantekt og eins því að hérna að það er að fara að gera breytingar í Árbæ. Það eru 20 ár síðan að hérna, þar voru settar 2 stofur sem að hérna, ég hef verið með 2 sinni barn í Árbæ og hérna, þetta er orðið auðvitað ósköp dapurt og ég fagna því að það er að fara að stíga það skref. Það eru auðvitað áskorun þegar það er verið að fara í svona stórt mál að færa til hérna börn og í rauninni fækka tímabundið eða hvernig getum komist á orði vegna þess að hérna, það kemur mjög vel fram í þessari samantekt hvernig hérna, þetta kemur til með að færast til og við erum auðvitað í þeirri stöð að geta fært undir Jötunheima. Þannig að ég hérna ætlaði nú bara að koma hér undir þessu máli og fagna þessu að það ætti að fara að ráðast í þetta að hérna taka í rauninni þetta húsnæði úr umferð, maður getur orðað þannig. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista og óskættur að fá að taka til máls. Takk fyrir það, forseti. Mér langaði bara að koma hérna undir sama lið, staða leikskólamála í Árborg 2025, liður 2. Kannski fylgja eftir þetta frá Fjólu en það er sett verið að ræða til að upplýsa íbúa og fundamenn þá er sett verið að rauninni fækkum eina leikskóladeild tímabundi næsta skólaár á Árbæ og sú deild verður sett starfrætt í við Stekkjarskóla eða í færilegu kennslustofum sem þar eru sem er útibú frá Jötunheim. Það er fyrir að þar opnist þetta á 2 deildir í stað 1 deildar sem voru með á áætlun og að það er rauninni ekki fækkun á barngildum eða svo má segja sveitarfélaginu og rauninni er aukning að þau erum að opna aðra deild sem var gert ráð fyrir en já, þetta eru tímabært að fara í framkvæmd þessum stofum. Þetta var nú, ef mér minnir rétt, þetta er stofa sem ég sjálfur var í fyrsta bekk á Landsbankatúninu áður en þessar stofur voru færðar annars vegar við Árbæ og Álfheima og það er alveg rétt að við eigum núna svigrúm til þess að fara í framkvæmdir og það er mjög flókið fyrir sveitarfélög. Við sjáum bara eins og Reykjavík borgar lendi í þessu vesen með sín leikskólahúsnæði að ráðast í framkvæmdir þurfa að loka deildum og hýsa þær. Við eigum svigrúm í þessum færilegu kennslustofum sem við eigum núna þegar við tókum í notkun annan áfang í Stekkjarskóla til þess að færa leikskólahalda á milli staðirunni og að gera nýta þetta tækifæri og það er þörf eftir þessu og það er líka þörf eftir að taka þetta í Álfheimum og koma á formi varalegu náttúrulega húsnæði en þetta er náttúrulega skiptir miklu meira hljóðvist sérstaklega eins og í þessu tilfelli og verður þetta svo þessi deild opnuð á þessum framkvæmdum þegar þetta eru búið að skræla
að kennslustofan í gegn og gera hann eins og nýja hafa innan. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 11. lið? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Forseti, ég kem hérna upp undir lið 3 í þessari fundagerð bæjarráðs, nr. 120. Þar það liður 3 kjaraviðræður 2024 og undir þessum lið verið að fjalla áhrif kjarasamninga KÍ á fjárhagsáætlun sveitarfélags Árborgar og ég vil nú byrja á að fagna því að það náðust samningar við KÍ og bara vonandi sem verða öllum til góðs og það þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkur í sveitarfélaginu. Þetta náttúrulega bara eitt af því mikilvægasta sem að við og bara mikilvægasti málaflokkurinn sem við sinnum og svo allra stærsti, það eru börnin okkar, það eru skólamálin og það er mikilvægt að kjaramálin séu þannig að fólk vilji vinna þessi mikilvægu störf. En þarna talað að á árinu 2025 þá þurfum við að bæta við fjármagni upp á 280 milljónir og það er auðvitað misjafnt hvað sveitarfélög hafa talað að þurfum að bæta inn á þessu ári því það er auðvitað mjög misjafnt hvað sveitarfélög voru með í potti vegna kjarasamningshækkana. Og þannig að það er nú ekki alltaf alveg marktækt þegar samanburðurinn allavega ósanngjarn. Það er ekkert að bera saman á milli sveitarfélaga þar sem hefur verið að koma fram í fjölmiðlum að því að sveitarfélag hafa sett mismikið í svokallaða launahækkunar potta eða kjara potta. Og en í þessu sambandi þá ánægilegt að það hafi náðst samningur á milli ríkis og sveitarfélaga að ríkið ætlar að taka yfir kostnað við þjónustu við börn með fjölþættavanda og þann skildu 15% kostnað sem sveitarfélögin voru með við uppbyggingu hjúkrunarrýma. Nú kannski liggur ekki fyrir hjá okkur að fara að byggja upp hjúkrunarrými og við erum auðvitað það stutt síðan við byggðum upp Móberg og borguðum í því 500 milljónir og það er auðvitað eitthvað sem bara stendur en við munum auðvitað sleppa við að greiða 16% í viðhaldskostnaði sem annars hefði fallið á okkur til framtíðar. En það sem er gleðilegt að að ríkið skuli hafa komið á mót okkur eða komið á móts við sveitarfélögin með þess að greiða fyrir þessa 2 þætti og það í rauninni með það sem að ég veit og þekki til þá fer það sem að við ættum að fá vegna barna með fjölþættavanda fer hátt upp í að þennan viðbótarkostnað á þessu ári. Þannig að bara með þann kostnað sem sveitarfélag Árborg hefur haft sem að ríkið mun þá taka yfir vegna barna með fjölþættavanda. Þannig að það jákvætt og ég fagna þessum samningi við KÍ og ég fagna þessum samningi við á milli ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Við erum hér í 11. máli á dagskrá þessa 55. fundar bæjarstjórnar Árborgar og erum að ræða bæjar á 120. fund. Ef ekki hafa fleiri kveðið sér ljós, þá förum við í 12. lið á dagskrá velferðarnefnd, 15. fundur og einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo ekki, þá förum við í 13. og síðasta lið á fundinu, það bæjarráð 121. fundur, haldinn 21. mars síðastliðinn og ég búinn að opna fyrir mælendaskrá. Það hefur verið óskað eftir að taka hér til máls Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista. Fyrstur á mælendaskrá, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðra tilnefnendur, svona kannski helst til 2 mál sem ég ætla að reyfa hérna og upplýsa aðeins betur þá að minna
á lið nummer 2 sem voru í Árborg, við tókum það fyrir, sem verður haldið núna í lok apríl, að áhugasamir aðilar sem vilja taka þátt í hátíðinni endilega að þarna kynna sér bókum Bæjarráðs og hafa samband eða vilja taka þátt í hátíðinni, vera með viðburðið annað. Og síðan mál númer 4 þar sem við vorum að taka fyrir aðstöðu að Eyravík 42 möguleg íþróttaaðstaða. Það hefur verið til skoðunar hjá sveitarfélaginu undanfarna mánuði, fengum tilboðum að taka á leigu hluta af húsnæðina sem gamla húsasmiðjan var undir íþrótta- og frístundaaðstöðu. Heilmikil rýni farið fram að beggja hálfu, gögn sem við höfum fengið og unnið innan hús, og ég vil þakka öllum þeir sem hafa komið að gerð minnisblað sem vorum að rýna þá valkosti, hvort það væri fýsilegt fyrir sveitarfélagið að samþykkja tilboð og taka þetta rými á leigu, hvað það myndi leysa, hvað það myndi kosta og hvað það myndi þýða fyrir aðrar framkvæmdir sveitarfélagsins. Þess var stilt upp í 2 valkosti, þess að taka húsnæði á leigu og hvað árið það hefði, og svo að halda áfram og setja þá aukinn kraft í 3. áfanga stekkjarskóla, þar sem fyrirhugað meðal annars íþróttaaðstaða, og niðurstaðan í rauninni að það sé fýsilegra fyrir sveitarfélagið að leggja aukinn kraft í 3. áfangan, horfa þá mögulega á stærri kost þar, en að vinna það áfram. Eign- og veitunefnd hefur nú þegar hafið í rauninni svona forvinnu við hönnun og munu halda því áfram, en þetta kemur fram í bókunni að við í rauninni föllum frá föllum frá tilboði, höfnum tilboði leigusamning fyrir húsnæði Eyravík 42, og þess í stað verði haldið áfram bara með hönnun á 3. áfanga og unnið út frá þeim forsendu þá að reyna að hefja framkvæmdir á næsta ári og svona vonandi að þeim ljúki þá árinu 28, en allt þetta þarf náttúrulega að vinnast í hönnunni og síðan í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins næsta haust. Þannig að vildi svona fara þessi yfir þetta, en aftur bara þakka þessi komu. Þetta var heilmikil rýnivinna sem fór fram innan sveitarfélags og mjög bara góð sem skýrði stöðuna vel til að við sveitarstjórnarmenn getum tekið afstöðu til málsins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi Bjarnason. Þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, og skættir að fá að taka til máls. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem hér undir bæjarráði, eins og alltaf, undir lið 1 og 4, en ég ætlaði að byrja á því að fara aðeins yfir fjárhagstölur, en þær eru komnar inn fyrir janúar, og ég ætlaði bara að óska til hamingju með það. Hér væru jákvæð frávik heilt yfir, bæði í skatttekjum frá varandi þá útsvar og jöfnunarsjóð og þegar ég renni yfir þetta þá er ekkert annað en bara hægt að hlakka til og sjá hvernig árinu fram vindur, en leið ætla ég að brýna okkur að halda áfram á sömu braut og leyfa okkur ekki að fara af stað inn í einhverja populisma þvælu sem skilar okkur engu til langtíma. Síðan er ég komin hér upp undir máli 4 og ætla að bara segja til hamingju Árborg með það að hér ætlum við að sýna dug og áræðni og horfa til framtíðar, og er líka ánægð með það að sjá það að hér hefur við barist fyrir einhverju minni hlutin, og með því að vekja máls á því að hér væru margar hliðar á málinu, og hér hefði vantaði þetta bara fjárhagsgreiningu og við fengum málið seint og litlar upplýsingar, og þær upplýsingar sem við vorum með voru að minnsta kosti að mínu viti ekki til þess fallnar til þess að fara af stað inn í slíkt verkefni til svona langs tíma. Fyrir utan það þá tel ég bara að við þurfum að horfa upp og yfir og hugsa stórt. Við erum hér vaxandi sveitarfélag og hér höfum við verið að horfa á íþróttir sem bæði náttúrulega greiðlega forvörn og eins bara horft á okkur sem íþróttabæ, ef ég leyfi mig bara að segja það, íþróttasveitarfélag, þar sem við erum með allar gerðir af íþróttum. Við erum með rafíþróttir, þannig að ég fagna þessu. Þegar ég opnaði, af því ég er ekki í bæjarráði, ég var svo hrikalána með þetta að ég ætla ekki að lýsa því. Vegna þess að ég vill alltaf besta fyrir okkar sveitarfélag og íbúa þess, og þannig erum við að vinna bara einhvern veginn af heilindum með skattfé borgarana. Við erum búin að vera í miklum fjárhagserfiðleikum. Ég ætla að ítreka það, við höfum aldrei verið í eins miklum fjárhagserfiðleikum eins og þegar við fórum af stað
með annan áfanga í Stekkjarskála og að fenginni reynslu hér í þessu sveitafélagi held ég að skipti gríðarlega miklu máli að við vinnum þetta vel og hvort það taki lengri tíma að við fáum fullt af fólki að borðinu með þetta, þá bara mun það skila okkur í betri byggingu og betri nýtingu til langstíma. Vegna þess að svo líka annað, fólk tilbúið að leggja sitt á vogarskálarnar eða komin einhvert plan áætlun það hvernig þetta lít út og hvert við erum að stefna. Þannig ég bara segi til hamingju Árborg með þetta því að þetta eftir að lyfta okkur enn meira eins og margt sem við erum búin að taka þetta fyrir, þannig að bara, já, áfranga, það bara þannig. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Eru fleiri sem vilja tjá sig 121. fund bæjarráðs Árborgar sem fór fram 21. mars síðastliðinn. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista. Já, forseti, ég er komin undir bæjarráði og mér langar kannski að byrja að nefna drög atvinnustefnunni sem er 5. mál á dagskrá. Vekja athygli bæjarfulltrúa og hlustenda á því. Svo er öflugar ályktanir frá félagi eldri borgara, annars vegar varðandi göngustígana hér í kringum Grænumörk og svo fjölgun eldra fólks í sveitafélaginu varðandi þjónustu sem hvet bæjarfulltrúa líka til að skoða baráttumál eldri borgara. En undir lið 4 varðandi Eyraveg 42 möguleg íþróttaaðstaða, þá er það alveg þannig að okkur barst þetta erindi og eins og ég sagði á umræddum bæjarstjórnarfundi þar sem menn fóru upp í pontu og voru að vitna í tölur og fara kannski með ykkur trúnaðarmál, þá er okkur náttúrulega skylt að skoða öll mál. En ég er mjög sátt með niðurstöðu að maður skoða þetta líka frá öllum hliðum og maður hugsaði líka, er sveitafélagið, út af við vöxum það hratt og það er mjög sitið öll íþróttahúsin í sveitafélaginu og það sem kannski kom mér mest á óvart í allar þessi rýni og þessari skoðun er að íþróttahúsi Iða við Fjölbrautaskólann sem ef mér skilst rétt þá er allar framkvæmdi við Fjölbrautaskóla þá borgar sveitafélaginu á því starfsæði 40% við uppbyggingu og það má gera ráð fyrir að sveitafélagi Árborg borgi helmingina því að 20%. Að við borgum 20% í uppbyggingun og íþróttahúsinu í tíma en við erum að borga 50 milljónir nánast á ári í leigu á því húsnæði fyrir að nota það húsnæði bara eftir þegar kennsla er lokið á daginn hjá Fjölbrautaskólanum og fram á kvöldi. Að sveitafélagi í rauninni hefur verið að leigja húsnæði undir slík íþróttamannvirki en ég er alveg sammála og það er náttúrulega setið íþróttum og við erum nú komið með plan hvernig við ætlum að sjá þetta og ég vona að það verður bara einhugur í bæjarstjórninni það og það munum líklega þurfa að taka kannski inn viðauka á þessu ári og náttúrulega vinna í fjárfestingaráætlun til næsta árs til að leysa mál hjá deildum sem eru kannski í ekki bestu íþróttaaðstöðunum sem við erum með. Og þetta er líka, vil ég segja, þetta er líka bara, mér finnst, við erum stundum að hugsa og mér finnst kvennaíþróttirnar, þar sem stelpur eru kannski sækja meira, við erum að sjá íþróttafélög þar sem hátt í 80-90% er á stelpum, eru kannski í lakari aðstöðu. Og ég er þá aðalega að tala um fimleikadeildina og ég er að tala um dansakademíuna sem er bara mjög vaxandi. Svo erum við með pílufélagið sem er líka glænýtt og rafíþróttadeildin sem er mjög stór og það hafa nú bara verið vendingar tlimis í aðstöðun hjá þeim upp á síðkasti. Þau hafa verið í húsnæði vallaskóla í Kjallarunum sem er ekki hægt að vera lengur í, að við þurfum að finna þeim pláss líka. En við þurfum líka að hugsa, nú er komið plan, við vitum hvernig við ætlum að koma íþróttaaðstæðinu til 2028, en við þurfum líka að hugsa hvernig við ætlum að leysa málin fram á því og ég vona að það verður einhugar í því í pólitíkinni að leysa það og halda áfram að byggja undir það blómlega íþróttastarf sem hér er í samfélaginu okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir, og þá hefur Sigurður Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskað eftir að fá taka til máls. Já, fórseti. Já, ég er feginn að heyra að Sveinn Ægir er búinn að taka upp þann góða sig að gera plan. Það er að fara að skila okkur langt, bæði sem þjóð og samfélagi, og ég fagna því að sjálfsögðu. Gott plan, gulli betra. En það sem að, já, ég kem upp undir lið 4, þessa íþróttaaðstöðu
Ég er alltaf mjög fegin vægt til orða tekið, það hafi verið fallið frá þessum hugmyndum og mín gagnrýni snerist fyrst og síðast það hér fyrir hálfum mánuði eða 4 vikum síðan að það virtist hafa verið farið á stað án þess að kanna alla möguleika og kannski aðeins gleymst að fara í valkostagreiningu fyrst áður en að byrja að vinna þetta í því sem mér skilst í samráði við og einhvers konar samstarfi við hinnar ýmsu deildir ungmennafélagsins. En gott og vel, það að engin skaði skeður, það var farið í þessa nauðsynlegu greiningu sem var náttúrulega eðlilegt að gera og niðurstaðan kom svo sem ekki á óvart og bara aftur ég fagna þessu og til hamingju með að hafa tekið góða ákvörðun. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Það var Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúi tilnefndur, já, bara svona kannski rétt til að ná okkur aðeins inn á rétta stað. Það er svona óþarfa kannski, það er svo með talið svo það hefur verið búið að samþykkja eitthvað. Það var ekki búið að samþykkja neitt leigusamning. Þetta er bara tilboð sem sveitarfélagi fékk á síðast ári, hvort að það hefði áhuga á því að taka hluta eða að öllu leyti þetta rými undir þessa mannvirki. Það var deildarstjóra frístundaþjónustu að falið að fara á stað og kanna hvað væri hægt að gera þarna, hverjir eru möguleikarnir. Í framhaldi fáum við tilboð síðastlið haust. Því er aðeins kastað svona til og við setjum þetta í smá bið af því að það þurfti að skoða. Það hefur aldrei annað og stóð aldrei annað til og svo vinna hefur verið í gangi í rauninni alveg frá því fyrir áramót að greina einmitt þessa valkosti og bæjarfulltrúar voru upplýstur þetta svona að örlitlu leyti í fjárhagshallarvinna, þetta væri til skoðunar. Það var á einu vinnufundinum farið yfir það síðan aftur betur núna á 9 ári og þá í rauninni vorum við loksins komin með endanlegar svona tölur frá þessum aðilum þannig að við getum borið þetta raunverulega saman við hinn valkostin og þá gátum við sett saman í rauninni þetta minnisblað. Þannig að það hefur aldrei staðið neitt annað til en að greina alla valkosti því það er okkur bara ábyrgð til að gera það og ég held að við gert það mjög vel í þessu tilfelli og reynum að gera það alltaf en það var ekki búið að samþykkja neitt þannig að það sé til haga haft en þarna erum við í rauninni að taka fyrir og í rauninni formlega hafna í rauninni því sem lá á borðinu fyrir sveitarfélagið og velja valkost til að halda áfram. Þannig að því sé haldið til haga en bara jákvæð niðurstaða, ég held að við séum öll sammála það og nú skulum við bara halda áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi Bjarnason. Þá var Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Ég verð að segja fyrir mig að það hefur þá verið á sömu glæru og í fjárhagsáætlunarvinnunni og prósendurlækkun formanns bæjarráðs var á, því að ég sá það aldrei sé það að það væri verið að huga því að taka húsasmiðu gömlu timburgeymsluna sem íþróttahús. En ég ætla samt að koma einn upp og segja það líka að það var búið að kynna þetta fyrir ég fullt af íþróttafélögum en ég hafði ekki heyrt af þessu fyrir þetta kom hér sem mál undir fyrir bæjarstjórn þannig að bara svo það sé áréttað tilbaka að það hefur verið bara sömu glæru í fjárhagsáætlunarvinnunni sem að enginn sá aldrei en að það verið að skoða þennan möguleika ég hef aldrei séðan fyrir við komum hér inn og þá voru þessi glærukynning undir sem að fór nú ekki sem betur fyrir neitt mikið lengra þar sem að auðvitað var ekki búið að ákveða neitt en þetta var komið lengra heldur en að maður hefði viljað sjá það. Okkur var búið á fund síðan eftir hennar bæjarstjórnarfund og var það vel og þar fóru ýmsar umræður fram og málið var kynnt betur fyrir okkur en ég hafði ekki heyrt að því en sannarlega höfðu margir aðrir heyrt að því. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá höfum við tæmt nei, ekki alveg. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað að fá að taka til máls. Forseti, mig langar aðeins að leggja orðið bálk vegna fjórðaliðar í þessari fundagerð
Bæjarás sem að hér undir og ég vil nú eins og þeir sem hafa komið hér á undan mér fagna þessari niðurstöðu sem varð, þar að segja að ganga ekki til samninga við EIK þetta hugsanlega íþróttahús á Eyravegi 42 og ég vil þakka fyrir þetta góða minnisblað sem að við fengum þar sem að farið var í þessa valkostagreiningu sem að beðið var og það er bara virkilega fínt og gott að glöggva sig á tölum og því sem við stöndum frammi fyrir. Auðvitað var náttúrulega þegar að var verið að kynna fyrir okkur þessa hugmynd, auðvitað kom þessi hugmynd eða eins og ef við fengum þetta sett fram þá var þetta eins og þetta hefði verið hugmynd frá EIK fasteignafélagi sem er á þetta hús og þetta var kynnt örstutt í desember rétt áður en við lokuðum fjárhagsáætluninni og svo var haldinn svona sérstakur kynningafundur og þá vorum við aldrei með neina aðra greiningu. Það er að segja, það var ekki kynnt þannig eins og væri verið að setja þetta upp við hlið annarra valkosta. Bara svo því setið haga haldið. En ég er mjög glöð að þessi niðurstaða er komin og auðvitað eru áskoranir framundan eins og komum við fram hérna áðan að þetta verður verkefni sem að við þurfum öll að hjálpa stað við íþróttahreyfingin og bæjaryfirvöld í að finna lausnir og við þurfum að vera mjög skapandi og hugsa út fyrir boxið, hugsa út fyrir ramman og við höfum fullt aðstöðu og ég meina getum við nýtt betur og getum við nýtt öðruvísi en þetta verður alveg flókið, við þurfum öll að vera í ákvað opin og allt það og það er náttúrulega bara kannski líka takmarkað sem að hægt er að gera með við bara þann fjárhag sem sveitarfélög búa við. Þannig að ég vonast eftir góðu samstarfi við þá sem er að nýta íþróttaaðstöðuna, okkar sameiginlegu íþróttaaðstöðu hér í sveitarfélaginu. En svo langar mig aðeins líka að benda á og taka undir, með leyfi forseta, ályktun frá aðalfundi félags eldri borgara sem var tekið fyrir þarna á fundi Bæjarás þar sem er fjallað mikla fjölgun eldri borgara í samfélaginu og það auðvitað á við hér eins og annars þar á landinu og þetta auðvitað mikilvægar ábendingar sem að koma fram frá félagi eldri borgara. Þetta snýst að það sé gert ráð fyrir í aðal- og deiliskipulagi félagslegar og almennar leiguíbúðir fyrir eldra fólk og að við gerum ráð fyrir búsetukostum eins og lífsgæðakjörnum og fleiri valmöguleikum fyrir eldra fólk og síðan auðvitað stækkun á félagsaðstöðu með auðvitað aukinni þáttöku og fjölgun íbúa af okkar heldri borgurum. Þannig að þetta eru góð áminning og brýning frá félaginu og þökkum við fyrir það. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs á þessum 55. fundi bæjarstjórnar Árborgar. Og það var planið að enda fundi klukkan 18:00 en nú hún 17:43 og dagskráin tæmd og ég segi fundi slitið.